2015 Íþróttafélagið Þór. Komið í sæl og blessu, þetta söguleg stund, Ditti mættur í viðtal. Sindri, velkomin. Þakka þér fyrir. Þetta er tilbreyting. Þú erum að bíða spenntur eftir þessu, veit ég. Ég er búinn að bíða eftir þessi 3-4 ár. Af hverju hefur allur þessi tími liðið? Gerðist eitthvað sem var til þess að þú vildir reynda að koma aftur? Nei, bara geta við hátíðlegt tilefni og dag er dagurinn. En við ætlum ekkert að vera í neinu ströggli aftur að fara að komast upp, nú ætlum að vera uppi. Já, það er þannig. Við ætlum að styrkja þess hópinn og bara koma tvíhaldi til leiks á næsta ári, en í kvöld ætlum við að hafa gaman. Elli, ég hefði kannski átt að vera þér. Þú lést öllum illa lótum, 29 stig, mér skilst að hafa sett niður 8 þrista og Benni sagði að kosti aðstand að taka át og svo hættir þessu. Til hamingju, þetta var flottur leikur á þér. Já, takk fyrir það. Herru, það datt allt í kvöld og ég veit ekki hvað að segja, bara hrikalega ánægður. Enda þetta svona, þetta er náttúrulega bara búið að vera besta sísónu hingað til meðan við sísónu í fyrra. Staðræðan er að gera betur, þannig að við gerum gott betur núna. Það var engin vandi að gera betur enn í fyrra. Nei, þannig að við hefum bara þurft að vinna 2, þá hefum við gert 2-falt betur enn í fyrra. En okkur tókst þetta, við settum okkur markmið og vorum með hópinn, rétta hópinn, rétta þjálfarar, rétta umgjöruna og það gekk allt upp. Sindri, þú skrafst í smá útleið til að pröfa úrvalsdeildina. Nú ætlum bara að koma heim og ætlar að pröfa úrvalsdeildina þar. Já, það er bara þannig sko. Segið mér strákar, óraði ykkur fyrir þessu í haust að þetta myndi enda svona. Við myndum taka deildina. Já, við settum stefnuna strax upp og það gekk eftir. Unnum réttu leikina og stemmingi var bara góð og þetta var mjög gaman. Og þessi tapleikir hefur voru svona kannski bara til þess að hleypa svona smá spennu. Já, ég meina, þetta er hörkudeild. Það er þvílíkur munur á styrkleika í ár og í fyrra. Þannig að við svo sem skömmumst okkar ekkert að hafa tapað þessi leikjum. Ég meina, við hefum bara, það þurfti bara nokkra mínútur að hafa tapa leik, sko. Þannig að það sýnir líka karakterinu okkur á að klára þetta og komið tilbúin til leiks og sérstaklega nú seinni hlutan af tímabilinu þá bara sýndu þetta rétta andlit og við vissum að við gætum þetta, við þurftum bara að framkvæma. Leikunum kvöld var eiginlega kannski léttari heldur en menn óraði fyrir fyrirfram, en það kannski skagamenn höfðu ekkert að miklu að keppa þeir voru öruggir. Ja, þeir voru í 5. sæti fastið þar, þannig að þetta var, við ætlum að vinna en leik og fara upp á stigum en ekki innbyrðis. En þeir byrjuðu leikinn alveg rosalega sterkt í kvöld. Já, við vissum að við myndum spila svæði og við höfum búin að æfa það vel. Benni var búin að fara mjög ítarlega yfir hvernig við ætlum að gera það. Og svo náttúrulega bara hjálpaði okkur helling að við vorum að hitta skotunum og þá sprengdu þetta bara hjá þeim og við vorum fínir á köflum varnarlega, stuttu stundu niður sko en ekkert þess að áhugjur á sko. Og það skemmir ekki að Elli með svona elspýtötur á lofti og kveikir í flugvöldunum. Enda þetta með stæl, hann segir þetta síðustu leikurinn en við sjáum bara til með það, við ræðum þetta í sumar. En strákar, nú kveðjum við fyrstu deildina bara með Kurt og Pí og förum upp í Dominos og við vitum hvar þeir eru staddir á Akureyri. Já, ég ætti að þekka, ég held að ég ekki mista þriðjudagstilboð síðan þeir ákveða að hafa þriðjudagstilboð, þannig að ég er sáttur. Og mér skilst að Benni og Sara og Gunni Malli í síðuskóla séu líka kannist eitthvað við þetta. Já, Benni mætir alltaf með 2-16 tómu eða 12 tómu handa Gunna og Söru. Sko, þriðjudagar eru dóminastöðar. Næsta tímabil hafa verið allt dóminastöðar. Strákar, bara til hamingju enn og aftur og við ætlum að fara til Hamar og skemmta okkur og njóta. Já, ég er reyndar að fara í lokapróf á mánudaginn en ég var edrú en ég ætla samt að skemmta mér. Já, ég ætla skemmta þér, ég ætla að vera edrú og ég veit að Sindri fer í Pepsi. Nei, það verður skrúdræðir, það er alveg hreinu. Til hamingju. Takk, sömuleiðis.